Bryggjan veitingastaður í Grindavík og eins og nafnið ber með sér við höfnina. Það gerir staðinn mjög áhugaverðan en erlendi ferðamenn eru agndofa þegar þeir standa upp á sölunum, sjá báta landa fisknum sem fer þaðan nánast beint upp í eldhús og endar svo á diski ferðamannsins. Húsnæðið hýsti áður netagerð en hann áttu bræðurnir Aðalgeir og Kristinn Jóhannssynir. Þeir sáu sér leik á borði árið 2009 og opnuðu lítið notalegt kaffihús og veitingastað á neðstu hæðinni. Flaggskipið á matseðlinum var og verður væntanlega alltaf humarsúpa. Hróður staðarins fór að berast víða sem leiddi af sér áhuga aðila sem á endunum keyptu staðinn árið 2018. Hilmar Steinar Sigurðsson einn fjórmenninganna sem eiga bryggjun í dag. Eftir típiska skólagöngu og vinnu hjá Stöð 2 og Íslandsbanka meðal annars uppást ævintýri hjá honum og félögum hans. Þegar við fórum markvisst í að leita tækifærum í ferðaþjónustu, þá vorum við 4 saman. Það er Gestur Ólafur Auðunsson sem er reyndur byggingaverktaki og Axel Ómarsson og síðan ég og ásamt Svíjanum Bjarni Bergmann sem hefur fjárfest á Íslandi í hótelum og hefur mikinn áhuga á Íslandi. Þannig að við 4 ákveðum að fara í að kaupa þetta hús og þróa þetta áfram og byggja ofan á það sem bræðurnir höfðu verið að byggja upp og áttu framtíða drauma, reyna að halda áfram með þá drauma. Já. Þetta 2017 og þá var mikill hiti kringu ferðabransan og við ákveðum markvisst að fara að leita að tækifærum í ferðaþjónustu og enduðum svo því að stoppa hér í Grindavík og við trúðum bara á Reykjanesi, nálægðina við Bláa lónið, við flugvöllinn og staðsetningin á höfninni alveg einstök. Þannig að við vorum að horfa til lengri tíma og trúum á því að ferðaiðnaðurinn myndi eflast út á landi og í kringu Reykjavík. Og þetta á þessum tíma náttúrulega komið Bryggjan kaffihús, bræðurnir, Alli og Krilli. Stofnuðum það 2009, þeir félagarnir, kaffihúsin niðri og þar voru þeir að baka og gera þessa frægu humarsúpu, byrja að prófa hana einu sinni í viku og bökuðu alla kökurnar hérna bara í heimahúsi og það var bara hringt út í bæ þegar vantaði meiri kökur. Og þið farið svona sjáið það ekki umsagnir, frægi leikkona Sigurður Vífur talar þessa humarsúpu sem það bestu og ýmislegt svona það ekki sem að kitlaði ykkur kannski? Jú, það var alveg klárlega. Þeir voru búin að taka mjög vel á móti gestum hérna og þeir voru orðnir frægir fyrir að segja ferðamönnunum skemmtilega sögur úr Grindavík og síðan var þetta orðið svona allt þetta heimabökuðu kökur og þessi humarsúpa, hvernig hún var gerð, svona alveg frá grunni hérna á staðnum og þeir eru búin að vanda til og allt sem þeir eru gert var mjög verðmætt sem við vildum bara taka yfir og byggja ofan á og halda áfram með þeirra drauma. Já, og þeir höfðu verið með þessa pælinga með að breyta þessari gömlu netagerð sem var í öllum þessum sal í eitthvað svona. Já, þeir voru svo vinsælir þarna 2017-18 að þeir voru yfir að bara vísa frá því að þeir gátu ekki tekið á móti rútunum og humarsúpan náttúrulega var búin að enda eins og nefndir þessa frægu leikkonu. Hún sagði að það væri besta máltíð sem að hún fékk í Evróputúrnum sínum þegar hún var tekin að viðtali í hérna frægu ferðatímariti. Þannig að þá voru þeir allt inni komin á heimskortið, bræðurnir, og þessi fræga humarsúpa. Þannig að síðan var bara raunverulega ákveðið við að byggja ofan á, eins og þú sagðir, þessa drauma sem að þeir höfðu og stækka henni upp í netagerðinni. Þannig við getum tekið á móti fleirum og það var farið í þær framkvæmdir að taka allt í gegn, skiptum þak, skiptum rafmagn og alla lagnir og allt húsið múrað og svo smíðuð við, erum nýbúin að byggja lyftuhús. En var það ykkar pæling að halda hluta af salnum, er þetta 1/3 salarinn sem ennþá netagerð? Já, það var raunverulega, sú hugmynd fæddist hjá þeim bræðrum og okkur samhliða, hvort að þeir væru tilbúin að halda eitthvað áfram, ekki alveg yfirgefa húsið, því við þurftum ekki allt þetta pláss fyrir veitingarestunum. Og þetta ekki bara að hitta rosalega vel saman? Finnst ekki þessi túristum rosalega merkilegt að sjá netagerðarmennina? Ferðamennirnir eru mjög ánægðir með þetta og það kemur mjög oft fyrir að ef ferðamennir eru að standa við netagerðina og fylgjast með að vinna, þá bjóða þeir oft að koma yfir og svo bara tekið spjallið og sagði skemmtilega sögur.
Þannig að þetta blandast mjög vel saman. Við urðum samt að setja vegg hérna á milli. Það var dálítið svona, eða slípurokkurinn fór í gang og svo hefur verið að taka nýjar netatrossur, sko, eða gamlar sem við verið að gera við. Það kom dálítið hressileg lykt í húsið. Þannig að það var þetta að blanda þessu saman skemmtilega með því að hafa gleri á milli, þannig að tengingin alveg til staðar. En svo auðvitað á þessum tíma, þá var myndin, nokkuð fræg, hún hefur farið nokkuð víða, lobster soup. Hún var búin að vera í vinnslu í 1 ár þegar ykkar áhugi kemur til. Já, við fáum afhent 2018 og þeir voru búin að vera að mynda þetta í 1 ár þegar við komum að, og þeir héldu áfram að mynda hérna þá með okkur og kláruðu myndina. Hefur það ekki væntanlega, það hefur allavega ekki skemmt fyrir? Það er skemmt ekki fyrir. Myndin var sýnd á besta tíma í Ríkissjónvarpinu. Og vísvegar út heim. Já, fengið útendingar til alls konar verðlauna og þetta er mynd, þetta er engin hasamynd, þetta er bara svona fjallar hversdagslega lífið hérna á bryggjunni og við höfnina. Framkvæmdum var nýlega lokið þegar vágesturinn COVID kíkti í heimsókn og setti eðlilega strik í reikninginn. Bryggjan náði að halda velli og svo má segja að ljós hafi birst í myrkrinu í orðsins fyllstu merkingu þegar eldgos hófst við grindvísku bæjarmörkin. Síðan þá er Reykjanesið orðinn einn mest sótti ferðamannastaðurinn. Hilmar fór yfir stöðun í dag, hvað bryggjan getur boðið upp á og hvað sé framöndan. Og ykkar konsept byggist bara á því að taka á móti ferðamannunum frá morgni, fram á miðjan dag? Já, fram á miðjan dag. Þetta kemur í svona hópum inn í Grindavík og út úr Grindavík. Það er ekki það mikil gisting í Grindavík og Grindavík er mjög sterkt svona stopp á Reykjaneshringnum. Og síðan eru skemmtiferðaskipin sem að leggja í Sundahöfn, þau eru með dagsferðir, rútuferðir Reykjanesið. Og eftir eldgosið kom og áður en eldgosin byrjuði hérna, þá erum við bara mjög sterkur hringur. Við erum ekki jafn sterkur og gullinhringurinn, en við erum held ég bara komnir svona í annarsætið varðandi dagsferðir. Og þetta Bláa lónið og allt þetta. Bláa lónið, við fáum mikið að gestum þaðan og auðvitað er góð gisting þar í Bláa lóninu og Northern Light. Það er flott hótelina en þau eru kannski ekki alveg inn í Grindavík. Það þyrfti hótel klálega. Það þyrfti meiri gistingu inn í sjálfur Grindavík. Við held ég sem að stefnum í það að vera mikill svona staður sem er opinn frá morgni og fram til degi. Það er ekki víst að vera kvöldopnun hérna. Allan ekki á veturnar. En við sjáum raun og veru fyrir okkur að svona til næstu ára að Reykjanesi er að styrkjast sem ferðamannastaður. Og allt Reykjanesið. Og Grindavík er gríðarlega mikið matarkista. Hér er ferskasta hráefni sem að þú getur fengið, kannski bara þetta beint fyrir framan okkur. Landa fisknum og beint fyrir framan okkur og síðan erum við að nota mikið svona bara lokal afurur hérna. Og hér eru frábæri veitingastæðir, fullt af þeim í Grindavík. Og það veit ekki allir Íslendingar að því. Hvað er mikið að góðum veitingastöðum í Grindavík og eru svona mikið matarmenning og hún er bara að styrkjast. Og fyrir ferðamanninn hann náttúrulega, það er einhverjir fordómar, þetta sé eitthvað svona fiskimannaþorp, það er bara kostur. Að vera með þessa fiskimanna í mynd og svo er eldgosið hérna við hliðina, þannig að við erum aðdráttaraflið að aukast hérna. Þannig að við trúum því að Grindavík sé að fara að eflast og þá eflist væntanlega við með henni. Við myndum gjarnan vilja hafa meira af viðburðum. Og hér er alveg frábær aðstæða til að halda alvöru böll og skemmtilega viðburði. Það er allt til staðar. En við viljum svona kannski velja dálítið vel hvað við erum með. Því að við höfum verið með viðburði og sumt hefur gengið vel og annað ekki. En við erum búin að læra dálítið hvað virkar. En við erum alltaf opnir fyrir nýjum hugmyndum og ef einhverju vill nálgast okkur þá viljum við endilega heyra það. En hér hefur húsið verið stundum vel þétt í tónleikum. Hér hafa verið glæsileg brúðkaup, fermingarveislur og alls konar viðburðir og nú erum við nýbúin að taka þessa lyftu í gagnið sem var ekki gott að hafa ekki góða lyftu. Þannig að
Nú allt til staðar hérna og þannig að við erum opnir fyrir hugmyndum.